Þá ætla ég að opna fyrir fyrirspurnir og eins og áður bið ég ykkur að láta mig vita, gefa mér merki og þær eru hérna báðum megin með hljóðnema og bið ykkur líka tímans vegna að hafa spurningarnar stuttar og hnitmiðaðar. Gjörið svo vel. Við ætlum að fá hljóðnemann vegna þess að við erum með fólk á línunni, netinu. Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Margrét Guðmundsdóttir. Ég framkvæmdastjóri Landnámssetursins í Borgarnesi. Mig langar að beina spurningu minni til Lilju varðandi lykilspurningarnar sem hún lagði upp með. Mér fannst þær mjög góðar en þær sneru allar að gistinóttum. Mér fannst þarna vanta eina lykilspurningu, hvað gerir ferðamaðurinn í dvöl sinni á Íslandi? Takk fyrir. Við ætlum að fá næstu spurningu áður en að ég hleypi ykkur í að svara. Komið sæl, Guðrún Dóra heiti ég. Mjög áhugavert öll erindi, mjög fróðlegt. En mig langar að forvitnast til hans Péturs Inga. Ég veit ekki hvort ég heyrði rétt en þú talar að ferðaþjónusta væri bara minnst á hana einu sinni í skipulagsreglugerð. Nú er kominn nýr landnotkunarflokkur, afþreyingar og ferðamannastaðir. Mig langar að forvitnast hverju það breytir fyrir sveitarfélagið. Takk. Þá megið þið gjöra svo vel að svara ef ekki fleiri láti vita. Já, á ég ekki bara taka fyrstu spurningu? Heyrið í mér alveg. Takk fyrir spurninguna, hún er mjög góð og ég var búin að reka augun í þetta svo sem líka. Þessar lykilspurningar sem birtast þarna í manjúalnum frá Alþjóðaferðamálastofnuninni eru auðvitað bara grunnspurningar og ég hugsa að við þessar spurningar þurfi að bæta mörgum þáttum, meðal annars þetta sem þú nefnir, það er afþreying, síðan er það upplifun og svo fer það bara allt eftir því hvað við erum að mæla og eftir hverju við erum að sækjast, en þetta setja þér fram sem grunn og það er þess vegna sem ég birti þetta eins og það stóð. Já, varðandi ferðaþjónustuna. Þá var hann bara orðið ferðaþjónusta sem kom bara einu sinni fyrir. Það er komin þessi nýju flokkur sem heitir afþreyingar á ferðaþjónustusvæði. Ég veit ekki hverju hann ætti að breyta því að við erum ekki byrjar að nota hann ennþá. Það kemur í endurskoðuðu skipulagi hjá okkur en það var bara eftir að koma aðeins í ljós. Að hjá okkur eru náttúrulega svo mörg svæði sem eru svo fjölbreytt að við erum ekki alveg búin að sjá hvernig hann eftir að nýtast okkur. Já, tökum við næstu spurningar. Helena. Komið sæl, Helena Karlsdóttir heiti ég og er lögfræðingur hjá Ferðamálastofu. Mér langar til að byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir mjög áhugaverð erindi. Ég hef eina spurningu sem ég ætla að beina til Þórgnýs og Einars. Mér langar til að byrja á því að segja við Þórgný að því að Akureyrarstofa eða Akureyrarbær stendur í stefnumótun. Ég ætla svo sannarlega að vona sem íbúa á Akureyri að eitt af forgangsverkefnum vegvísisins eða stjórnstöðvarinnar verði að koma á nýrri fluggátt hérna fyrir norðan. En Einar og Þórgnýr, að því að ykkar stofnanir eru í stefnumótunarvinnu, það langar mig til að spyrja hvort að stefnumótun ykkar taki mið af vegvísinum í ferðaþjónustunni vegna þess að það er mikilvægt að allar stefnur sem að gefnar eru út varðar atvinnugreinina tali saman og hvernig þið sjáu fyrir ykkur að þessar stefnur, ykkar stefnur og svo vegvísinin tali saman. Takk. Edvard. Komið sæl öllsumul, Anna Margrét heiti ég og starfa við að þjónusta ferðamenn, hefur gert ábyggilega bráðum í 30 ár. Mín spurning til Péturs Inga eða Böðvars varðandi öryggi. Ég er mjög mikið að þvælast á Gullna-hringnum og bæði var með yfir 100 manna hóp þar við síðustu helgi þegar 0 gráður voru við Gullfoss og hafði verulega áhyggjur af öryggi ferðamanna. Og við vitum að stefnumótun er góð og gild, en hvað getum við gert núna til þess að varna þessum slysum? Var vitni að 2 svona minni háttar slysum. Takk. Það var Edvard.
Jú, sæl öll og takk kærlega fyrir mjög fróðleg erindi. Kannski 2 svona komment og svo ein spurning. Kannski fyrst með Vatnsnesið og teljarann. Mér langar kannski rétt til að skýra aðeins að þetta nú svona verkefni sem mest byggt á bakinu á einum eldri manni, Rögnvaldi. Og hann er búinn að vinna þrekvirki með öllum þessum teljurum en þeim má vissulega fjölga. En eitt af því að taka síðan og kalibrera sem þetta í raun og veru vegagerða teljarana með þessum teljurum. Þannig að vonandi nýtast á vegagerða teljararnir líka. Sem þá til þess að átta sig á fjölda ferðamanna svæðisbundið. Og það alveg að vera komin formúla fyrir því. Varðandi fluggáttirnar, það alveg rétt að þetta mikilvægt að opna fleiri gáttir inn í landið, sérstaklega hérna út á landi. En það ekki hægt að horfa á það í einangrun. Með því verður að þróa ferðavöru. Og það mjög mikilvægt og að menn áttu sjá því hvað ferðavaran Fluggátt, það kemur enginn á stað bara vegna þess að það flogið þangað. Það eitthvað fleira. Og þess vegna þarf það að spila með í byggingu fluggáttarinnar. En síðan að lokum spurningin sem snýr kannski að því sem Einar kynnti fyrir okkur og afskaplega gaman að sjá þessa metnaðarfullu stefnumótun á Þingvöllum. En ég bara velti fyrir mér efnisnotkunin sem þarna í gangi eru þessir timburpallar. Ég hef heyrt menn nota orðið efnisfyllirí þegar menn hafa talað þessar pallabyggingar. Það ansi mikið að timbri þarna. Hvað hindrar það að notuð séu náttúruleg efni af svæðinu eða úr nágrannasvæðum til þess að byggja undir svona palla? Það kostnaðurinn eða kannski ekki komið að, eða hönnun ekki nógu mikið í hávegum höfð í þessu? Mér finnst svolítið skrítið að það sé allt einhvern veginn betrekkað með parketti á svona gríðarlega merkilegum náttúrustað. Bara ég að velta því fyrir mér, hvað á bak við það? Við skulum fá svör núna við þessum spurningum áður en við tökum næstu spurningar. Gjörðu svo vel. Já, ég skal svara. Það var þarna 2-3 spurningar sem var beint til mín. Sko, ég held með fyrstu spurningum að vegvísi og tengingu við stefnumótun. Ég held að það sé nú alveg ljóst að í rauninni vinnan við stefnumótuna hófst í vetur og Árni hér verkefnisstjóri í því verkefni. Þetta fór af stað í rauninni í vetur og vegvísin kemur núna og ég held að sé alveg pott þetta. Ég held að geti sagt það alveg örugglega að núna þegar hann orðum líðum ljós vegvísirinn að þá munum menn sitjast niður innan og sjá okkur og sjá hvar samsvörun og hvernig þetta vinnst saman. Það alveg augljóst. Ég held að það sé ég held að ég sé ekkert að lofa upp vermin á mig með það. Þannig að ég nokkuð viss að þar verður einhver samvinna og samskipti. Varðandi það sem að Edvard spurði út í efnisnotkun, þá verður nú að segjast að pallurinn sem ég sýndi ykkur upp við Öxarárfoss, það náttúrulega kannski fyrir að fyrst að segja að undir þessum palli svona lítill sætur steinhleðslu pallur sem að bara þoldi. Þarna þurftum að byggja ákveðið stórt til þess að rýma og halda utan þá ferðamenn sem koma þarna og að fara að byggja þarna grjóti, það ekki, það varla bara praktískt hægt. Vegna þess að það þarf að flytja allt efni þarna inn í þyrlu, það gríðarlegu vassægið þarna og það réði því svolítið að við fórum þarna, en það var þarna undir þessum palli var í rauninni svona hellulagt náttúrugrjót sem var í rauninni ekki forsvaranlegt heldur upp á ferðamenn, en hann var alveg farin út í buskan bókstaflega eins og þið sáuð á myndunum. En hins vegar varðandi efnisvalið þá sjáuð þið þarna upp á hakið, þar settum við niður til þess náttúruhellurinn. Þar spilar akkurat kostnaður. Þannig að þetta náttúrulega líka meðan við fengum þar peninga og við ákvaðum að gera mjög metnaðarfulla aðlögun þar frá gestastofunni yfir að hakinu sem úr söguðu hraungrýti og ég held ég geti alveg sagt að það líklega dýrustu fermetrar í hellulögn á Íslandi en það væri mjög gaman að helluleggja alla aðalmannagjá eða út á bílastæði við hefðum það fjármagn til ráða. En það sýnir samt að það hægt að gera mjög góða hluti þarna. En við höfum ekki skilgreint í rauninni ennþá kannski eina línu í innviða útliti, við getum ekki eins og út við Silfru, þar erum við að vinna með stál vegna þess að það blautt, menn að koma upp úr vatninu í frosti, það þarf að vera, það gengur ekki að hafa timbur þar, þannig að við höfum verið svolítið að mjalla þetta eftir svona aðstæðum á hverjum stað. Ég í rauninni
já, það er nú svona svarið, sérstaklega þarna upp við Öxarárfoss þar sem ég sýndi pallinn og ég vil nú meina að þetta sé, sko, það er ákveðin punktur þar sem er svona eitthvað elsku mamma líka, sko, við erum ekkert lengur í, eins og upp við Öxarárfoss, við þurfum að huga þarna öryggi ferðamanna og að menn komist skikkanlega þarna og ég tel að þessi pallur þar hann hefur alveg, sko, við erum mjög sátt við hann og hvernig hann kemur út, en aðstæður þar til þess að byggja ekkert auðveldar, þetta er inn í, eins og þið öll þekkið, ég meina það er ekkert auðvelt að komast þarna með efni og annað, þannig að af þeim sökum völdum við þarna svolítið ákveðna timburáferð, getum við sagt. Kannski varðandi öryggismálin hann á Gullfossi, það sem þarf er náttúrulega fjölþættar aðgerðir, það er náttúrulega, það þarf að byggja upp aðstöðu til að taka á móti ferðamönnum, aðgangshindranir hugsanlega, tímabundið, það er búið að reyna það, það er búið að reyna að loka stígum sem gengur nú passlega vel reyndar, náttúrulega meta öryggið og sumir segja ef við myndum nú fara að meta öryggið á Gullfossi þá myndum við alveg örugglega loka nefinu sem er nú flottast og þannig að menn kannski vilja ekki vera að meta öryggið endilega. Stýra umferð, moka snjó og svona ýmislegt. Svo er náttúrulega fræðsla og við erum talað um að fræða ferðamenn en það þarf líka að fræða ferðaþjónustaðila af því ferðaþjónustaðilar er að koma með sína kúnna á ákveðin stað og þeir náttúrulega ber ábyrgð á sínu ferðamenn og ég heyrði einhvern veginn einum gæt og hann sagði sko þetta væri ekkert mál, hann hleypti sínum kúnnum aldrei út úr rútunni nema þeir hefðu mannbrota á svona stöðum menn aðri gera það ekki, aðri bara kvarta yfir sveitarfélaginu að okkur sé ekki búið að sanda. Þannig að þetta eru svona fjölþættar aðgerð, það þarf að byggja upp aðstöðu í hófi, stýra aðgangi í hófi og fræða, ekki í hófi. Já, í hófi. Ok, ef ég tek boltan, ég er sammála Edvard með fluggáttirnar, það þarf auðvitað vöruþróun að fylgja með og það er eitt af því sem er mjög ánægjulega gerst á Akureyri, það er stórkostlega aukin vöruþróun, kannski það sem að svona á síðustu árum hvað mest áberandi er litla stóra fyrirtæki Sagatravel sem hefur orðið mjög áberandi í sinni vöruþróun og fjölbreytileika og svo kannski allra nýjast þetta sem ég nefndi í samtöku við Kalaskoðunina og það má ekki gleyma því að vöruþróun á heimavelli stuðla líka því að gestirnir stoppi lengur. Þannig að þetta hangir allt saman. Helena spurði vegvísinn. Það eru þær María Helena Tryggvadóttir og Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. María á Akureyrarstofu og Albertína hjá atvinnumálanefnd sem hafa borið hitann og þungan af vinnunni hjá okkur, mjög mögnu vinna sem að fór reyndar mestu litið fram á með ég var í námsleyfi síðasta vetur. Og ég veit að þær hafa lúslesið vegvísinn og ég hef legið yfir honum líka. Við höfum mjög mikinn áhuga að tengja okkur við hann. Þessi vinna fór á stað mörgum mánuðum áður en hann kom fram, en engu að síður viljum við tengja okkur. Það teki bara einhver atrennur. Núna er við að stíga einhver skref, svo koma einhver ný skref inn samkvæmt vegvísinum og þá dettum við inn á sporið, en sannarlega er hann kominn í miðið nú þegar. Held að ég sé búinn að hafa svarað því sem hafa beint að mér, takk. Ég geti kannski bætt aðeins við varðandi Gullfoss að ég get ekki alveg kannski að stereo kannski ekki alveg tekið undir það að kann ekki öryggið. Ég er nú ráð fyrir að Pétur vilji líka sjá þess að það sé almennilega gert vegna þess að annars getum við lent í atburðum eins og hafa gerst á Nýja-Sjálandi og víðar að við fáum allt í einu eitthvað stórslys og það umturnar öllu og það hefur mjög veruleg og neikvæð áhrif ekki bara fyrir staðinn heldur fyrir jafnvel Ísland í heild. Þannig að það verður að taka þessa hluti mjög alvarlega og það er líka rétt eins og benti á að það er mjög mikilvægt að byggja upp innviði í samræmi við þá notkun sem er á viðkomandi stað. Þarna er mjög mikil notkun, það er notkun sem að vilja vera með allan ársins hring og þá verður innviðirnir að vera til samræmis. Og menn þurfa í raun og veru líka að vera með einhverja áhættustjórn og öryggisstjórnun á þessu þannig að ef að veður eru slæm eða aðstæður slæmar þá verður mann bara að loka ákveðnum svæðum og þá verður mann að vera með þetta plan B sem mann líka hefur verið talað að það er þá þetta beina ferðamann með eitthvað annað þannig að þeir þurfi ekki bara að snúa við þannig að það sé einhver contingency í þessari stjórnun svæðisins. Ég kannski bæti aðeins við bara, það er svo hugleikið, nú er að koma vetur og ég rannast á hausinn á Þingvöllum í gær og bölvaði það sem ekki byrjar að sanda en síðustu 2 vetur held ég, 2-3 vetur, þá erum við búin að
gefa út kort sem er aðgengilegt á netinu þar sem við segjum hvaða leiðir eru aðgengilegar og eru ruddar og sandaðar. En það breytir því ekki að ferðamannaflóran sem kemur til okkar er náttúrulega af því tagi að það er fólk sem ég veit bara hefur aldrei séð snjó áður og kann bara hreinlega ekki að ganga í hálku eða snjó. Og þrátt fyrir að það séu ruddar og sandaðar leiðir þá þýðir það ekki endilega að það sé að fólk geti ekki dottið á hausinn. Það er náttúrulega augljóst. Og þetta er svolítið það sem að Pétur nefndi, að það er náttúrulega ábyrgð ferðaþjónustuaðila líka. Við lentum í því ítrekka, ég talaði á öðrum fundi í vetur og við lentum í því að ferðaþjónustuaðila voru að láta ferðamenn ganga niður Almannagjá í mjög tvísýnu veðristundum og skildu það jafnvel eftir og voru bara konu yfir á Geysi þegar uppgötvuðu að það voru týndir ferðamenn í Almannagjá. Og við vorum að lenda í svona atvikum bara þó nokkuð oft. Og það er náttúrulega, ég held að ferðaþjónustuaðila þurfa svolítið líka að líta í eigin barm og við sjáum alltaf bara flóruna fyrir austan hjá okkur og ég verð að segja að langflestir hegða sér bara mjög vel og erum við sitt í góðu lagi. En það er alltaf í þessum hraða vexti sem er búin að vera, þá fylgja alltaf einhverjir snillinga með sem er ekki alveg að spila eftir ítrustu kröfum. Við höfum 2 fyrirspurnir eftir úr sal og ég fer að loka mælandaskrá, hann gjör svo vel. Já, Sólveig Dagmar Þórisdóttir heiti ég, er búin að vera í ferðaþjónustunni í rúm 20 ár og er listakonu á Korpúlsstöðum og menningarmiðlari og búin að vinna fyrir Greylands and Travel Guide fyrir Þóri Garðarsson og góða frömuði hérna á Íslandi í mörg ár. Ég ennþá er svolítið áttavild þó ég hafi verið með fleiri þúsundir út í náttúrunni í hvaða veðri sem er. Í hvaða númer við eigum að hringja og það eru hérna ágætir menn hérna fulltrúar fyrir framan okkur sem eru búin að flytja margar skýrslur og upplýsingar hérna fyrir okkur í dag hvað skal gera en hins vegar við sem erum úti í náttúrunni og vinnum úti í náttúrunni með fólkið okkar og viljum gera það vel og gerum það öll. Í hvaða númer er hægt að hringja til að benda á það sem þarf að fara betur í fyrsta lagi? Við erum að tala til dæmis Gullfoss, þetta er búið að vera viðvarandi vandamál sem að koma hérna fram áðan. Hvernig eigum við að leysa það? Fólk er að detta, Þingvöllum, við erum öll að detta þar. Það er engin spurning 1 eða 2, það eru margir að detta þar því miður og það er búið að gera betur og betur og betur. Geysir, það eru margir búin að detta þar og þetta er ég búin að horfa á í mörg ár. En það er ekki ennþá komin aðgerðar áætlun frá stjórnvöldum og þessum fulltrúum eins og ykkur í hvaða númer við sem vinnum þarna úti eigum að hringja og leysa þessi vandamál áður en slysin ske. Og þetta er það sem ég vil fyrst og fremst beina á til ykkar allra. Ég vilja fá lausnamiðasvar á þessari spurningu, ekki bara frá einum fulltrúa, ég er búin að hlusta á nokkuð margar tölur hérna í dag, heldur ykkur öllum. Þannig að við getum öll fundið svar við þessu og leyst þetta. Því að 20 ára seinna er svarið ekki ennþá komið. Takk. Já, góðan daginn. Anna G. Sverrisdóttir heiti ég og ég þakka fyrir mörg góð erindi hérna í dag, mikil fróðleik. Michael Hall nefndi í morgun að við þyrftum að fá ferðamennina til að skilja eitthvað eftir, þá er ég ekki að tala úrganginn, heldur eitthvað eftir að tekjum. Og mig langar að spyrja Einar hvort að atvinnustefna þjóðgarðsins sé partur af stefnumótunarvinnunni sem er í gangi. Takk. Og þá var það síðasta fyrirspurnin. Já, Kjartan Ragnarsson heiti ég frá Landnámssetunni í Borgarnesi. Jón, þú sem forsvarsmaður sveitarfélags Skútustaðahrepps. Ég er bara forvitin í þessu nýja samráðsvettvangi, þessum sveitarfélagin koma að vegna þess að við finnum svo mikið fyrir því hvað sveitarfélagið hvað lítið situr eftir hjá sveitarfélaginu, einmitt eins og í samband við að sækja til framkvæmdasjóðs ferðamálastofu. Þessi 50% þurfa að koma á móti hvaðan koma þau. Þau koma frá nærumhverfinu ef tekið er á þessum hlutum og það sem við erum búin að horfa á það er einboðið að virðisauka skattuna sem er að koma inn til ríkisins hefur margfaldast vegna þessara ferðamanna sem hafa komið. Er einhver samráðsvettvangur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga að þið berjist fyrir að fá einhvern verulegan hluta af þessum virðisauka skatti sem er, held ég, aðals tekjustofnin sem skiptir máli til að
komi inn til þessara aðila sem eru framkvæmdara aðilarnar þar sem er ekki einkaaðili á svæðinu. Heyrðu, og allra síðasta fyrirspurnin, það er alltaf ein í lokin, gjörðu svo vel Þórir. Halló, já, góðan daginn, Þórir heiti ég Garðarsson. Ég vil byrja því að þakka ykkur hérna fyrir alveg frábæran fund og mjög gott veganesti sem að nýtist bæði mér í mínu fyrirtæki og í þeim störfum sem að ég hef tekið að mér, eins og til dæmis inn í stjórnstöð ferðamála. Ég ætla kannski ekki beint vera með spurningu til þessar ágættur aðila sem hér eru panel, heldur svona kannski velta upp ákveðnum atriðum að sérstaklega var talað hér innviði ferðaþjónustunnar og það er talað hér vöruþróun og ýmislegt, til dæmis hvernig fáum við fleiri ferðamenn innan norður og annað í þeim dúr. Við erum að selja ferðamennum ákveðna væntingar. Ferðamenn kaupa ákveðna vöru og við þurfum að standa skil á því sem þeir kaupa. Og talandi að við eigum ekki að fara á þennan eða hinn staðinn og það sé eitthvað vafasamt. Stóra málið er þetta. Það er ekkert mál að loka ferðamannastöð. Það er ekkert mál að loka leiðina Gullfoss og Geysis. Það er ekkert mál að loka Þingvöllum. En þá verður bara þar til bær opinber aðili að loka og segja það sé ófært vegna þess að fyrirtækin sjálf geta ekki tekið upp á því og segja það er ófært, það er ekki hægt að fara, þá fyrir næsti maður og uppbest svona höfrungahlaup og leiðindi. Þess vegna þarf að vera svona ákveðin vaktstöð sem að vaktar þessa staði, þessa ferðamannastaði okkar og gefa þá út, nú er lokað á Þingvöllum, það er ófært, það er hálka eða hvað sem er, ekki setja það í hendur rekstraraðilana vegna þess að þeir eru svo margir og misjafnir. Og lokum, takk fyrir góðan fund. Þá með þið svara spurningunum, gjörðu svo vel. Já, ég skal kannski aftur taka hér og svara seinni spurningunni frá Önnu. Sko, í stefnumótun þjóðgarðsins þá er vikið, það er kafli hérna nærsamfélag og þar sem er hnykkt á í rauninni því sem að gæti heitið atvinnustefna ef að ég bara hreinlega man ekki hvort það sé orðni kafli sem heitir atvinnustefna í Já, nei, það var atvinnustefnu en sko það er kafli í eldri stefnumótunu, þar var tala sérstaklega nærsamfélagi, hvernig væri hægt að vinna með það, en í rauninni sannleikurinn náttúrulega sá að Þingvallasveitin er líklega eitt af fámennustu héruðum landsins þannig að sko nærsamfélagið þar kannski má segja ná í austur í Tungur og Laugardalinn og þar og í rauninni höfum við stundum verið þegar við höfum reynt eftir að fá til dæmis bara starfsfólk til okkar, þá höfum við stundum skynjað það að það hefur verið erfitt að fá það austan yfir heiði til okkar, það verður bara að segjast. En sem sko atvinnustefnan í þessari, hún er almennt orðuð í einum kafla sem fjallar nærsamfélagið. Það er eina, ég bara get ekki sagt nákvæmlega hvað stendur í henni, þess að hún er náttúrulega í vinnslu. Og fyrst að það var nefnt þarna með snjóinn aftur, það er kannski fyrst að það er svona hún vildi fá svar frá öllum, þá bara ítreka ég það sem að við erum að gera. Ég meina þú getur hringt bara í þjóðgarðinn ef eitthvað dettur í hópnum þínum í almannagjá og við getum komið aðstoða eins og við reynum að gera. En já, fyrirbyggjandi er náttúrulega það að við erum að reyna á hverjum degi þegar snjórinn gefur að skafa við reiðjum niður Almannagjá og Söndum, niður að Flósagjá og út á Valhallaplan og það Já, það er náttúrulega bara spurning að hafa upp á þeim sem að sinna, það verður að vera til ábyrgðaraðila fyrir hverju svæði. Já, Mathildur, gott svo mjög gott. Ég kannski, já, einmitt, ég hef komið þrjusu gott svar við þessu og nefna Snæfellsnesi dæmi, þar sem að Snæfellingar hafa stofnað svæðisgarð sem að er samvinnuverkefni á milli einkaaðila á svæðinu og sveitarfélagana, þar sem að þau sem sagt eru búin að stofna svona hálfgerða stjórnstöð kannski og þar sem þau ætla að vinna saman að þróun ferðaþjónustunnar, þar með talið öryggismálum. Þannig að það er kannski einhver svona vettvangur á þessu skilgreinda ferðamannasvæði sem að þarf að verða til, þar sem að allir þeir sem að koma sem rekstraraðilar, landeigendur og sveitarfélagið þurfa að vera að vinna saman. Það er allavega eins og ég sé það út frá stjórnun og stefnumótun svæða.
eina númer ekki til og verður aldrei til, af því þetta náttúrulega bara samvinnuverkefni, þetta náttúrulega bara betra atvinnulífið hluta til, koma þessu sveitarfélög og ríkið og landeigendur og rekstraraðilar og allt það. Gullfoss og Geysir sem betur fer nýbúið að vinna deiliskipulag fyrir Gullfoss sem verður svo í framtíðinni farið að vinna eftir. Við hjá Bláskopi vorum þreytt á svona smá plástrum við Gullfoss, endum á því að svona eiginlega stoppa framkvæmdir á sínum tíma og þá farið í að gera deiliskipulag sem nýtekið gildi og nú farið að vinna eftir því og bjóða út framkvæmdir og svo framvegis nýjan stiga og annað slíkt. Geysir Geysir og það búið að ræða Geysi í 50 ár. Það bara kannski ósamstæða milli landeiganda, ríkis og annar landeiganda og það samt verið að vinna deiliskipulag þar sem núna í auglýsingu, eða við vil ekki athugasemdir. Það sem hefur verið byggt á svona samkeppni sem var, það sem hefur verið að leggja línuna fyrir uppbygging á Geysi til framtíðar. Það náttúrulega fyrsta. En svo náttúrulega eins og með þetta númer, sko, þetta fjölbreytta, það hver á að byggja þetta upp, það sem kannski hefur verið vandamáli, sko. Sveitarfélagið náttúrulega vill ekki byggja þetta upp af því að þetta náttúrulega framkvæmdir á einkalandi sem atvinnurekendur Reykjavík nota, sko. Svona í stuttumáli. Og það þarf einhver að koma að því að fjármagna það sem þarna fer fram, þessu uppbyggingu. Og þá náttúrulega augljóst að þeir sem nýta sér svæði þurfa að koma að þeirri fjármögnun. En það er kannski spurning sem ég sem embættismaður get ekki svarað. Þannig séð. Það 4601000, nei, ég ekki nýst. Það númer í Akureyrarbæ. Við höfum reyndar lent í vandræðum með hálku og snjó. Þetta 2009 þá fengum við 3000 farþega til að skoða norðurljós, þá kom svona smá sprengja. Allir gistu 2 nætur held ég. Og þá vorum við byllandi vandræðum, það var svona hálkuvetur. Þá var númerið 4601000, það hjá Akureyrarbæ. Ég tek undir svarið hennar Matthildar með samstillinguna innan svæða og svo hljótum við líka að hugsa það sem margbúið að segja í dag að endurskoða tekjuskiptingu þannig að þeir sem eru næst vettvangi hafi efni á því að leysa mál. Það kannski svona það sem ég myndi að leggja í púkið. Já, ég aðeins bæti við varðandi öryggismálum. Það gaman að heyra hvað mörgum þau hugleikin og það eflaust vegna þess að það þarf líka að bæta úr þeim mjög víða. Það sem mér finnst svolítið skína í gegn í þessari umræðu það að við þurfum að skýra þess út hvar ábyrgðin liggur á mismunandi þáttum öryggisins. Það svolítið fókusstundum á Íslandi í einhverju viðbragðsáætlun, þá ætlum maður bara að vera með rosalega vel viðbragð ef eitthvað gerist en fyrirbyggjandi aðgerðir og einhver heildarstýring á því hvað að gerast, það það oft sem vantar. Þannig að ég held að það sé eitt að vinnu núna í framhaldinu að vegvísi og þess að framvegis að þessi ábyrgðarskipting sé skýrð út og það sé ljóst og menn gerir sér líka grein fyrir því ferðaþjónustuaðilar, eigendur svæða, rekstraraðilar og fleira sem gerir sér grein fyrir því hvar þeirra ábyrgð liggur á að fyrirbyggja öryggi og að vera með það viðbrögð og annað slíkt eftir atvikum. Já, varðandi símanúmerið þá ekki frekar en ég kann það ekki, sko, en bara stutt komment um það. Ég velti fyrir mér einmitt, sko, út frá öryggisþættinum hvort að það séu ábyrgt að færa allt þessa ábyrgð yfir á björgunarsveitir landsins sem áhugamanna félög. Þarfnast þetta ekki einhverja svona endurskoðunar við í ljósi bara hvað mikið hefur breyst. Sko. En svo fékk ég eina góða á aftasta bekk frá Kjartani og þetta kannski að bregðast við henni, sko. Þetta auðvitað vandamálið og þetta hefur verið aðeins umræða þetta, eða vandamálið að þetta sem sagt að sveitarstjórnarmönnum finnst ekki nóg skila sér beint í sveitarsjóðina og ég get bara að tala fyrir mitt sveitarfélag, ég bara alveg sammála því, ég myndi alveg vilja fá meira. En auðvitað þessi mikla vaskvelta, ég meina skila sér með óbeinum hætti til sveitarfélagana gegnum jöfnunarsjóð. En það nú æra óstöðan að fara að ræða hann hér á þessu þingi, en sem sagt, ítreka það að síðan eru bara aðra reglur sem hann deilir út eftir, sko. Þannig að þetta þarfnast bara heildar svona endurskoðunar að mínum mati þetta kerfi í ljósi nýrra atvinnuþátta. Það mér ekki kunnugt um að þessi sérstakur samráðsvettvangur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga um máli, en ég veit eins og það þar á bæ eru menn alveg
alveg meðvitaður þetta og þetta rætt meðal sveitarstjórnarmanna og formaðurinn situr nú hérna og hann nú á sæti í umræddri stjórnstöð. Þannig að ég held alveg að sjónarmiðum sveitarfélaganna verði haldið á lofti þar og ég geri ráð fyrir að þetta hljóta að vera eitt af þeim álitamálum sem þar verða rætt. Ég allavega vonast til þess. Varðandi mótframlagið, þú nefnir framkvæmdasjóðinn, þá það alveg rétt að það hefur verið talað að það sé íþyngjandi og hefur orðið til þess að sveitarfélög beint hafa svona veigrað sig við að vera að sækja þarna Og ég þeirra skoðunar að mér finnst svona ósanngjarnt, við erum að muna það að sveitarfélögin annað stjórnsýslustig í landinu, þannig að því sem til haga haldið, að etja þeim inn í samkeppni peninga við einkaaðila í einhverjum sjóði. Ég vil frekar að menn gerir þetta með myndabrag og sveitarfélögin fái bara tekjustofna. En ég hef líka heyrt að menn sé eitthvað að pæla í því að endurskoða þetta mótframlag og ég sé að ráðherrann kinkar kolli fyrir fram mig, þannig að ég veit ekki hvort ekki staðfest það fyrir hennar hönd en allavega ég held og ég trúi því að menn vilji í alvörunni endurskoða. Já, ég í rauninni sammála því sem að rætt hefur verið hér en mér finnst í rauninni bara það sama hvað maður ræðir, mér finnst við alltaf koma að þeim þætti og það að skilgreina þessi svæði, hversu mikilvægt það að vita hvar maður hvaða svæði að ræða og hvernig við vinnum stefnu og bara högum skipulagi á hverjum stað. Já, ég get nú kannski ekki miklu bætt við það sem að fram hefur komið en langar svona bara að taka undir það sem að Jón Óskar nefndi sem sveitarstjórnarmaður varðandi tekjustofnana. Það er alveg ljóst að kostnaðurinn hefur farið upp hjá sveitarfélögunum vegna þessa aukins ferðamannastraums en hins vegar verðum við líka að horfa á að það fylgja því tekjur fyrir sveitarfélagi með einum eða öðrum hætti, óbeinum hætti. Það sem að kannski verið að fara fram á að þessar beinu tekjur skili sér þá bara gegnsætt og hratt inn í sveitarsjóðinn þannig að sveitarsjóðurinn geti með myndarlegri hætti hlúð að þessari atvinnugrein eins og öðrum. Það er kannski það sem málið snýst og Kjartan spurði varðandi mótframlagið í þeim dæmum sem að ég þekki til að þá hefur mótframlagið verið að koma frá landeigendum og sveitarfélögum. Þannig að þetta er dálítið snúið og ég veit dæmi þess, fjölmörg dæmi meira að segja, þar sem að fólk veigrar sig við að sækja í sjóðinn af því að það þarf að punga út fjárhæð á móti og þetta getur hlaupið á milljónum. Þannig að þetta háir framþróun á ferðamannastöðum, sérstaklega hjá minni landeigendum sem eru með minni svæði. Varðandi símanúmerið þá, ég Húnaþingi Vestra myndi nú kannski bara gefa upp mitt símanúmer en ef ég skilði rétt að þá ertu að kalla eftir einhverju einu númeri, bara svipað á 112 í raun og veru, það væri bara ferðaþjónustu númerið, það sem að hægt væri að koma ábendingum áleiðis. Ég tek undir það sem að kom fram hérna, ég held að það hafi verið Pétur sem sagði að þetta númer er ekki til og ansi ólíklegt að það verði til því að þetta er svo flókið samspil. Eignarhaldið er svo flókið, þetta eru svæði í eigu ríkis, þetta eru svæði í einkaeigu, þetta eru svæði í eigu sveitarfélaga og þú veist, svo eru komið þjóðlendur og guð má vita hvað. Þannig að þetta er dálítið flókið í framkvæmd en hugmyndin er góð og þetta er kannski eitthvað inn í nýja vegvísishópinn að ræða hvernig getum við með markvissari hætti tekið á móti ábendingum úr feltinu. Því að þar ættu bestu ábendingarnar að vera að koma og þar ættu við að geta nálgast upplýsingar hvernig er best að forgangsraða þó því fjármagni sem er veitt í þennan málaflokk í dag og við megum heldur ekki gleyma því eins og kom fram í máli ráðherra, þetta eru heilmiklu fjármunir en hugsanlega hafi ekki verið að nýtast sem skyldi og þess vegna þarf að skoða það og við tökum þetta kinki koll sem við fengum hérna hjá ráðherra sem gott veður inn í það. Já. Endum á þessum nótum, engin pressa samt á ráðherra. Ég vil fyrir hönd Ferðamálastofu þakka ykkur fyrirlesurum fyrir erindin ykkar hér í dag, þakka ykkur gestum fyrir góða fundarsetu og umræður og mér langar að þakka Ragnheiði Elínu Árnadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra sérstaklega fyrir að sitja hér með okkur í allan dag. Það er von okkar að erindin hafi orðið gott innlegg inn í skipulag og þróun ferðaþjónustunnar til framtíðar og þið hafi fengið hér nýjar upplýsingar og fróðleik sem verður til gagns. Við eigum framundan frábært kvöld eins og þið vitið öll sem hafa áður komið á ferðamálaþing, þeir sem ekki hafi prófað verið bara að fara að hlakka til.
Það er ekki nema rétt klukkustund í að kvöldskemmtun hefjist með fordrykk klukkan 18:30 í boði Akureyrarbæjar á Hótel Kea og borðhald hefst síðan á slaginu 19:30. Veislustjórinn er Þórgnýr Dýrfjörð sem að fara að sýna sér aðra hlið heldur en í dag, þannig að hann verður að fara að komast í gírinn. Ég þakka fyrir mig og segi ferðamálaþingi 2015 slitið.